Gjörðu svo vel. Kærlega fyrir. Í mörg herrans ár hafa menn þótt mjög gott að borða yfir sjónvarpinu. En Riff, eins óhefðbundið og það ákvað að fara í samstarf við Völund Snæ, kokk á Hótel Borg. Þeir ákváðu að túlka hans matarlist í gegnum 5 stuttmyndir sem sýndar voru í veislusal Hótel Borgar hér í kvöld. Að sjálfsögðu létum við okkur ekki vanta. Guðlaug, þetta hefur aldrei verið gert áður. Hvað finnst þér þetta? Þetta bara algjör snilld, mikil óvissa í gangi. Já, mikil óvissa. Eru kokkarnir í taugaáfallið þarna inni? Nei, ég hef sko taugar úr stáli. Ég get ekki sagt taugaáfalli, en það búið að vera svolítið svona. Þeir eru búin að skoða myndirnar, þeir þurfa að búa til eitthvað. Þetta er allt mjög svona sérstakar myndir, þannig að þetta er spennandi. Svund var svolítið grillað, en það kemur svona eitthvað út úr því. Það er alveg þannig. Svund var svolítið grillað. Fáum við grillaða stuttmyndir? Nei, við grilluðum eitthvað að lambinu held ég sagt. Það verður lamb í þessu, klálega. Hvernig myndir þú túlka dimma mynd? Vá, þetta er alveg spurning. Það væri misefnuð piparsósa. Takk kærlega fyrir. Takk fyrir, gaman að sjá þig. Blessaður. Blessaður Rúnar. Blessaður Eli. Hvernig var maturinn með myndina? Herru, þetta var í fyrsta skipti sem ég borðaði svona alvöru mat með alvöru stuttmynd og þetta var bara alvöru upplifun. En ég fann svona keiminn og ég fann bara angan, þessi togstreita milli gamla mannsins og lífsins. Skemmtilegt að hún var rauð, sko. Það er svona, þú veist, það er mikil ástríða í myndinni, sko. Hún er gerð af ástríð og hún er mjög köld, sko, súpan. En hjarta mannsins er mjög hlýtt í myndinni, sko. Mjög hlýtt. Skemmtilega svona andstæður sem kom fram að það. Barátta milli ástríðunnar og hafsins. Já. Takk kærlega fyrir. Takk svo leiðis. Til hamingju með leikinn í þessari mynd. Já, takk fyrir það kærlega. Tölum aðeins vígalega partinn, sko. Hann var svolítið ógæðufelldur á mínum mati þarna og sérstaklega yfir matarborðinu. Var ekki svo? Jú, það er kannski ekki geðslegt að horfa af höfðun þegar maður er að borða. Nei, er það? Nei. En hvernig túlkaðirðu matinn við myndina? Ég var að reyna að lesa hérna mat. Hann var mjög áhugaverður og forvitnilegur. Ég er að reyna að hlusta á Völl að segja hvað það var af því að það var svo ólæsilegt fyrir mig, sko, mjög spennandi. Myndirðu giska á að þetta hefði verið barátta milli ljós og myrkurs? Algjörlega. Það var smá brennt fann ég og svo hrátt og ferskt, þannig að ljós og myrkur algjörlega. Já, ekki spurning. En þá er það að vinna með gamla tíman og nýja tíman, held ég. Þannig að það er að vinna með andstæður, bara eins og við höfum sagt. Já, eins og við höfum sagt. Barátta milli ljós og myrkur. Það er niðurstaðan. Ástar ekki fyrir. Hangikjöt. Já, sko, þetta var lamb og svo hangikjöt svona undir. Svona lamb, já, þú veist, 2 tegundir af lambi. Og já, þegar ég beiti hangikjöti þá fann ég bragðið af myndinni. Ég get ekki lýst því betur. Það var bara ullapeysa og hangikjöt, sko. Þú bara fannst svona keiminn af öllu kastinu og krúinu og... Ég skildi þetta ekki alveg fyrst þegar ég sá lambið. Þá var ég svona, já, af hverju ekki hvalur? En svo þegar ég beiti hangikjöti þá hugsaður til strákana, tveggja? Hugsaði til ullapeysuna og andrúmsloftsins. Þannig að þú ert mjög ánægður með útkomuna á matnum? Þetta er búið svo frábært kvöld. Þetta er, já, að fá svona rétt með hverri mynd, þetta er bara, já, einstök upplifun. Á ekki Riff að gera þetta aftur á næsta ári? Jú, ekki spurning. Já, frábært. Ég kemur að þótt ég verð ekki með mynd. Jú, herri, ég verður örugglega með mynd, vonandi.
Alltaf gaman að sjá myndina þína. Já, gott að heyra. Rúsínan í pylsuendanum, það varst þú með desertinn. Jú. Það bara mikil ánægja náttúrulega að fá að vera sætastur, sko. Þetta hlýtur að vera mikill heiður, er það ekki? Jú, eins og ég segi, sko, náttúrulega bara, þú veist, desertinn er sætur og það er bara gaman að fólk hafi skilið myndina á þann veg, sko. Það var náttúrulega bjór sorbet, verulega gott, sko. Ertu svona bjórmaður? Já, ég fíla bjór. Þú fílar bjór? Já, ég elska bjór. Þá elskar þú desertinn? Já, ég meina, bjór ís, þetta var bara ógeðslega gott maður, mér finnst þetta góða pælingar, ég fatt að gaman að heyra alltaf í strákunum sko tala réttina því að tala þú veist að var að vísa í kanadíska fánan og eitthvað svona dæmi sem maður kannski ekki að kveikja á strax en bara ógeðslega gott sko, hérna sítrónusnjór, svo kallt í Kanada sko. Ég var að fíla þetta. Já, þú varst að fíla þetta. Allir minn, gaman að sjá þig. Takk að þér. Jæja, gekk þetta eins og í sögu? Þetta gekk eiginlega vonum framar. Ég held það. Allavega við höfum sérstaklega gaman að því. Og við erum bara virkilega ánægðir með í kvöld. Og þú veit það var svona challenge að fara inn í eitthvað sem maður hefði ekki gert áður og bara held ég hafi gengið vel sko. Þú er svona maður sem er óhræddur við að pröfa nýja hluti. Ískalt. Heitur svalur. Alveg hund. Það er gott. Enn áttur. Heyrðu, bara kæra þakkir. Takk fyrir komuna og frábært og virkilega gaman að þessu. Takk að þér. Takk. Bless.